Þriðji liður á dagskrá í dag kjalasíða 1A og 1B deiliskipulagsbreyting og það Ólafur Jónsson sem fylgir þessum lið úr hlaði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta annar liður í fundargerð skipulagsnefndar dags 1. apríl 2009. En það erindi frá 3. febrúar 2009 þar sem Ágúst Hafsteinsson fyrir hönd Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri óskar eftir að breyta deiliskipulagi vegna stúdentagarða við kjalasíðu 1A og 1B. Þannig heimild verði fyrir 40 íbúðum í stað 38 og 2 frístandandi reiðhjólaskýla á lóð félagsins. Og fyrir nefndin lá tillögudráttur og breyting á deiliskipulagi frá sama aðila eða Ágústi Hafsteinssyni sem dagsettur 10. febrúar 2009. Það var afgreiðsla skipulagsnefndar að meirihlutinn leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 25. greinar skipulags- og byggingarlaga nr. 73 frá 1997. Jóhannes Árnason og Haraldur S. Helgason greiða atkvæði gegn tillögunni. Og það eru gögn áður send til bæjarstjórnar 7. apríl. Að ræða deiliskipulag á svæði sem afmarkast af Bugðusíðu í austri og lóð leikskólans Síðusels í vestri og Kjalasíðu í norðri. Deiliskipulagstillagan felur í sér að heimilt verði eins og fyrir getið að reisa, þar er búið að reisa nú þegar 2 hús á lóðinni með einstaklingsherbyggjum fyrir stúdenta eða almennar íbúðir ásamt hverfisverslun og reiðhjólaskýli. Og í gildandi aðalskipulagi Akureyrar frá 2005 til 2018 lóðin skilgreind sem verslunar- og þjónustulóð sem blanda af íbúðum verslunar og þjónustu. Og í aðalskipulagi heimild fyrir 40 íbúðum heimild fyrir 40 íbúðum og þessi deiliskipulagsbreyting gerir ráð fyrir heimild að fjölga þeim upp í þá heimild sem skipulagið gerir ráð fyrir. Takk fyrir. Orðið laust undir þriðja lið. Baldur Már Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get alveg samþykkt að senda þessa tillögu í auglýsingu. En samt verði ég að láta þess getið að mér finnst hálfgerður hringlandaháttur við alla framkvæmd á byggingu þessara húsa og ekki alveg til fyrirmynda fyrir okkur því að þarna voru mótmæli nágranna stærð og lögun húsanna og mikla bílaumferð sama plani og leikskólinn og hornin á Bugðusíðu og Kjalasíðu og margir bílar á erfiðum gatnamótum. Og það kom alls konar rök að það yrði gerðar þarna stórar reiðhjólageymslur og flestir yrðu bara á hjólum og þetta væri nóg pláss, fátt þar bíla. Einnig lofum við hringtorgi við Borgarbraut, Bugðusíðu og síðan var beðið stækkun á húsnæðum 2 íbúðir og undir það voru teknar reiðhjólageymslurnar og beðið frístandandi reiðhjólageymslur á lóðinni. Allt gert á undanþágum eins og við vaxtarræktarhúsi og væntanlega þurfum við að hætta við hringtorgi vegna blankheit sinni en við verðum bara að vanda okkur betur við skipulag og framkvæmdir á svona svæðum svo þetta sé ekki alltaf hingað og þangað með tillögur og svo þeir ekki fyrrbúið að leyfa bygginguna, þá kemur eitthvað nýtt og heili breyting. Eðlilega vilja þeir fá fleiri rými til að leigja út hjá stúdentum og ekkert athugavert við það. En mér finnst þetta að búið að vera algjörður leiðindakafli í þessu hús. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég á móti að breyta þessu svona. Ég finnst þetta afar slæmt
vegna þess að það mjög mikils virði einmitt í stúdendablokkum að hafa hjólageymslurnar bara í kjallaranum, að hafa þær inni og það verið að fara með börnin og þau eru sett í sitt sæti á hjólinu og vera að basla með þau út og fara með þau út á plan og ná í hjól þar inn í hjólageymslu. Mér finnst þetta akkúrat sko til mikils óhagræðis og það verður bara að hafa það þó að verði 2 íbúðum færra. Mér finnst þetta algjörlega, ég er mjög ósátt við þetta. Af hverju skyldi blokkir hafa verið teiknuð í upphafið þannig að þetta vera rými fyrir hjólinn inni? Á þetta hjóla, ekki verður það heldur upphitað og það þarf ekki að geyma hjóli í upphituðum geymslu. En það verið að fara með börnin, sætin eru þá allavega ísköld og það slysagildra að fara með kannski, smábörn, áskömmur 2 ára eða hvað þau verða þarna sem að reiðast að auðvitað stutt þarna í leikskóla og annað en því ég gerir fastlega ráð fyrir að verði þarna mjög ungar fjölskyldur og einmitt hjólreiðafólk. Til þess nú sko ætlaði mann að setja leppinn fyrir blindu auga að þetta væri við þetta mikla umferðarsvæði. Ég er algjörlega mót því bara. Takk fyrir. Orðið laust undir þessa lið. Ólafur Jónsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kannski rétt að halda því til haga í þessu máli að eins og ég kom inn á þá gerir aðalskipulagið ráð fyrir 40 íbúðum þarna. Það kom fram að það hefði orðið misskilningur milli hönnuða og Fjesta. Ég hef tekið þær skýringar sem að þar komið fram gildar og mér finnst þær, trúverðugar. Því skal líka haldið til haga að rými í sérrými, sérgeymslum, það er samkvæmt byggingarreglugerð í íbúðunum. Þetta snýst að stækka þetta sameiginlega rými sem var í kjallara og það er rétt sem að bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir segir, það kostar það að reiðhjólageymslurnar þurfa út. Hvort að í því felst hætta skal ég ósagt látið, það er alvanalegt að reiðhjól eru geymd úti en það er svo. Ég ætla ekki að hafa skoðun á því máli. Hitt er að það var gefið loforð og það er best að okkur ber að halda því til haga varðandi lausn umferðar við byggingu þessara blokka. Það var gerð umferðarkönnun af verkfræðiskrifstofu sem að lá fyrir skipulagsnefnd og það verður ekki séð, það er allavega get ég ekki séð á þeirri könnun að þessar blokkir þarna séu orsakavaldur tímabundins hnútar á umferð einhver örfáa mínútur fyrir klukkan 8 á morgnana. Enga síður bað skipulagsnefnd það að það yrðu skoðaðir möguleikar á lausnum í þá veru að greiða fyrir umferð á þessum álagstímum. Þar sem að skipulagsnefnd horfði þá helst til var svona víkjandi biðskylda eða þá stýrðir götuvittar og þá kemur í ljós að heppilegasta lausnin er hringtorg. Og ég get alveg séð fyrir mér hringtorg þarna í náinni framtíð en þessar blokkir hafa ekki aukið á umferð svo neinu nemur en þetta er staða málsins, það er mikil þörf á að fyrir Félagsstofnun stúdenta að ná hagræðingu sínum rekstri og mér finnst þetta ásættanleg lausn þó að ég geti alltaf tekið undir það að það sé gott að geta séð fyrir alla hnökra á flestum málum strax í byrjun og að því erum við öll að keppa. En þannig fór nú í þessu máli og ég held að þetta sé mjög ásættanleg lausn. Takk fyrir. Orðið laust undir þriðja lið og það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og við göngum til afgreiðslu á þessum lið. Og þetta er annar liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 1. apríl þar sem er óskað eftir að setja í auglýsingu breyting á deiluskipulagi vegna stúdendagarða við Kjallarsíðu 1A og B þannig að heimild verði fyrir 40 íbúðum í stað 38. Meirihluti skipulagsnefndar leggur til bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein skipulags- og byggingarlaga
og ég bið þá bæði fulltrúa sem að samþykkja þessa tillögu skipulagsnefndar að gefa merki. 9. Á móti? 2. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 2.